Inga María Magnúsdóttir kona sem á margar sögur. Hún fædd árið 1932 og uppalin í miðborg Reykjavíkur. Nýlega fannst á heimili hennar gamall kassi sem innihélt forvitnilega gripi. Kassin frá árinu 1957, en þá var Inga 25 ára gömul og bauðst að fara á heimsmót ungmenna í Rússlandi á vegum MÍR, sem eru samtök menningartengsl milli Íslands og Rússlands. Á þeim tíma var hún gift 2 barna móðir, en ákvað að skella sér í frúarferð. Já. Kallið var bara eftir heima. Ég settist niður með Ingu og Sverri, syni hennar, og fékk hana til að segja mér frá ferðinni og efni kassans góða. Ferðin byrjaði á skipsferð til Kaupmannahafnar í hópi 200 Íslendinga og þaðan var tekin járnbrautarlest til Moskvu. Í Moskvu var Íslendingum skipt niður í minni hópa og við tók alls kyns dagskrá, meðal annars leikhúsferð þar sem hún Inga gekk fyrir sínum hópi. Ég bara var ánægð að hafa lært rússnesku áður en ég fór, því ég sá aldrei íslensku fararstjóra. Þeir unnu ekki vinnuna sína, þeir fengu bara borga fyrir það, vinnu ekki neitt. Ég nennti ekki að fara að segja frá því. Mér fannst það bara, mér var alveg sama. Þeir bara gátu það að stólið þessu. Þeir fengu borga fyrir. Ég skammaðist mér fyrir þá, að vera svona ekki heiðarlegir. Að þykjast það að vera með og vera gætar og ég sá aldrei gætara. Ég vissi ekkert hverju það voru. Ég fór bara í strætó niður í miðja Moskvuborg, það eins og héðan niður á Lækjartorg, með 8 manns. Og svo kom ég fram hjá þar sem kallar voru að drekka kaffi og nokkrar konur. Klukkan var alveg að verða 9 og hann heyrði að ég var að spyrja hvar leikhúsið væri. Það einn ungur maður og hann kom bara út og sagði ég skal koma með ykkur. Annars hefði bara ekkert komist í Moskvu en að leikhúsið. En það búið að sýna þetta lærisveit galdrameistara seldi ég hérna inn og einhvers þar í Reykjavík, mér minnir það. Hann átti að sópa gólfið og hann lét Gústinn gera það. Og það var náttúrulega svona eitthvað í loftinu sem var glært og við sáum ekki. Og hann vippaði þessu svona allu undir. En ég held að íbúið að sýna þetta hérna í Reykjavík. Inga sýndi mér nokkra muni frá ferðinni. Þar leyndist meðal annars mótsklútur þökkt ýmsum nælum sem hún hefur safnað, póstkort og ýmislegt fleira. Það eitthvað sem ég keypti í Rússlandi og það voru sígarettur held ég. Þetta að gefa pabba þennan þegar ég kemi heim. Það eru alltaf svo þurrar. Það myndi ekki brenna upp bara. Þetta babúska. Þetta hún ekki öll þar sem hún séð. Atvik úr heimferðinni Ingu eftirminnilegt. En borð í skipinu við strendur Noregs kannaðist hún við sig og rauk af stað. Það hreyfðist ekki skipið, þetta var svona skip sem var ætlað til að fara fyrir norðan alla Evrópu og þau voru sterk og þau voru svona úr harðviði bara timbri. Og bara alveg að sildi svona maður fann ekki fyrir að hreyfðist. Það var engin öldugangur. Við fórum alla leið til Múrmansk. Það í norðvesturhluta norðvesturhluta Rússlands, alveg hreint bara. Svo fórum við í skipi til Íslands og þegar ég fór svona, við fórum fyrir ofan allar Svíþjóð og Noreg. Og svo sá ég fór ég upp í brú, ég sá að við varum að koma að Senja eyjunni fyrir norðan Lófótinn og þaðan tengdapabbi. Gaman að því ég hafa gert þetta, mér datt allt í huga og fór bara upp í brú og þeir sögðu mér að fara niður og ég sagði bara að ég ætlaði að teikna svona línuna fjöllunum á eyjunni Senja og þeir bara réttu mig blað og blýant. Og ég fekk að vera að í brúnni og teikna fjöllina eins og ég væri að teikna Esjun og Akrafjallið og svona. Hann var heldur ánægður með þetta. Með þessu kveð ég hana Ingu og þakka henni kærlega fyrir áhugavert spjall.